Komið sæl og velkomin í grænvarpið, hlaðvarp Landsvirkjunar. Við erum full öryggiskenndar hér í hljóðveri. Hjá mér situr forstöðumaður umbóta og öryggis hjá Landsvirkjun sem þó ekki hér í krafti þess titils, heldur sem nýlega fyrrverandi formaður KÍO, kvenna í orkumálum. Selma Svavarsdóttir, velkomin. Takk fyrir. Ertu til í að byrja að segja okkur bara, vegna þess að nú varst þú formaður þessa félags í 2 ár, að fara aðeins lengur eftir tíman og segja okkur svolítið bara upp úr hvaða jarðvegi þetta félag spratt? Já, KÍO á 10 ára afmæli þessar myndir var stofnað í mars, þannig að það akkurat 10 ár liðin og í rauninni þetta stofnað af kröftugum konum sem vildi gera breytingar og vildi sjá breytingar í þessum risastóra geira orku- og veitugeirunum. Þannig kemur þetta til og það var þessi stofnfundur haldinn í Hörpu og tróð út í dyrum og svo hefur þetta bara verið stemning í þessu félagi síðan, myndi ég segja, og ég er unni 3. formaður félagsins. Tróð út úr dyrum segir á stofnfundinum, það segir manni að það við skulum segja þessi sterk vísbendingum að það hafi verið þörf fyrir svona félag. Hvers vegna? Jú, auðvitað sögulega orku- og veitugeirinn karllægur og það bara rauninni eðlilegt. Þetta voru mestmegnis verkfræðingar og tæknimenntað fólk sem var að vinna í þessum geira og aðalega karlar, enda aðalega karlar sem voru í skóla að læra þessar, eða voru að mennta sig á þessu sviði, þannig þróast þetta. En svo breytist þetta og fara að útskrifast konur í þessum, úr þessum námsgreinum, en einhvern veginn voru hlutföllin ennþá svolítið kannski skökk, eða bara mjög skökk í rauninni í þessum geira og mátti alveg vinna í því og mátti þróast, enda gríðarlega mikilvægur og stór geiri, mikilvægt að þessi fjölbreytileiki í honum þegar kemur ákvarðanatöku. En út af hvað gengur þá starfsemin? Eitt að svona hittast og peppa hverja aðra eins og mörg svona félög gera og eru sannarlega mikilvæg að því leyti til og geta leitt til svona mentorsambanda og ýmislegt þess áttar. En annað hvað maður að segja, að leggja eitthvað mörkum í því að breyta þessu. Hvert verksvið félagsins? Hver tilgangurinn? Einmitt. Það sem þú kannski vísar í viðburðir og það sem konur koma saman og það sannarlega mikilvægt að það þetta tengslamyndun sem á sér stað þar og mikilvægt að því að þó við séum hér í Landsvirkjun með fullt af konum í kringum okkur, þá kannski fyrsta lagi það var ekki þannig fyrir bara nokkrum árum, það hefur mikið breyst, en það eru líka aðrir vinnustæður og jafnvel smærri þar sem konur eru en þá bara mjög fáar, þannig að það er bara mikilvægt að þessir viðburðir séu til staðar og við hittumst konurnar sem erum að vinna í þessum geira og reyndar fara að teygja sig líka bara í geira þar í kring. En það er ekki allt. Við höfum líka alveg frá upphafi KÍO tekið reglulega stöðuna á kynjahlutföllum í geiranum og svona bæði kynjahlutföllum og ákvörðunarvaldi, þannig annað ár höfum við verið að láta greina þetta fyrir okkur og halda fyrirtækjunum við efnið í þessum málum, þannig það hefur verið mjög mikilvægur þáttur í starfseminni. Svo erum við líka að gera alls konar hluti sem eru kannski minna áberandi en mikilvægt. Þú veist, við höfum skrifað umsagnir við lagabreytingar, við höfum og erum alltaf öðru hvoru að ýta við þegar okkur finnst verulega halla á konur, þú veist alveg sama hvort að það einhverjum viðburðum tengdum orkugeiranum eða öðru. Þannig að það fjölmargt sem við vinnum að og svo erum við líka höfum verið jafnvel í samstarfi út fyrir landsteinana, þú veist í norrænum félögum, þannig að það eitt og annað sem að félagi kemur að. Og svo þetta kannski þetta mikilvægast, eða sem ég finnst mikilvægast og við lögum sérstaka áherslu á í þessari stjórn, það verður að hafa áhrif á ásýnd orkugeirans. Já. Ímynd orkugeirans spennandi vettvangs fyrir konur. En nú segir þið að við gert þessar kannanir á 2 ára fresti að það bil og svona til þess að veita okkur einhverja yfirsýn yfir stöðuna og hvernig hefur þetta þróast síðasta áratuginn þá? Já, það fer aðeins eftir í hvað við horfum á. Sko það sem hefur þróast með hvað jákvæðustum hætti eru kynjahlutföllin í framkvæmdastjórnum. Efsta stjórnendalegið. Já, það er áhugavert. Já, og við vorum að kynna nýjar tölur núna einmitt á KÍO-deginum í mars og þá sjáum við að kynjahlutföllin í framkvæmdastjórnum núna eru orðin jöfn, sem alveg magnað og meiri segja þannig að þetta voru tölur áramótinu þau voru bara nýfjöfn. Þannig að það áfangi og bara mjög
jákvætt og breyting, þú veist, þegar við gerðum þessa könnun í fyrsta skipti fyrir 10 árum, þá var hlutfall kvenna í framkvæmdastjórn 20 og alveg 25%. Þannig að í rauninni það við tvöfaldast. Já, og getur ekki orðið jafnar að það núna og ánáttúrulega ekki að vera jafnt, þú veist, þetta á bara að vera sveiflast eitthvað stegar þar umkring. Hins vegar eru aðri hluti sem að hafa ekki breyst mikið og til að mynda, sko bara ef við horfum á geirin í heild, að þá eru konur enn 30%. Já, geiran í heild. Sko, og ég veit að þá kemur líka svona vegna þess að ég sé alveg út á afstöðunum okkar, sko hér í Katrínlöndun í höfuðstöðunum, eins og segi, þar eru margar konur í mjög fjölbreyttum störfum, út á afstöðunum þá eru hlutföllin önnur, vegna þess að þar vantar sko vélfræðinga, rafvirkja, marga sko, þú veist bara iðnmennta fólk, tæknimennta fólk, sem, og konurnar hafa kannski bara ekki skilað sér í miklu mæli inn í þær greinar og ég veit að það er setu konurnar sem útskrifast. Þannig að, sko, hver er möguleikin þá, er þá ekki bara eðlilegt að hlutföllin séu þessi? Jú, þú veist, vissulega er mjög stór hópur sem vinnur þessum geira sem er með þessa menntun og þar hallar virkilega á konur og við þurfum miklu fleiri stelpur og konur inn í þessar greinar. En við erum líka alltaf fljóta einhvern veginn með það svar þegar við erum með þessi 30% og sjáum að þau eru ekki að breytast. Þannig að við fórum að skoða þetta líka út frá sérfræðingunum og sérfræðingar í þessum geira er alveg helmingurinn á öllum geiranum. Þetta er risa stór hópur, langstærsti hópurinn. Og þar er ekkert vandamál með framboð af sérfræði menntuðum konum. Nei. Og þarna eru konur 36%, þannig að þarna getum við gert miklu betur og ætti að vera tiltölulega einfalt og þá myndi þessi hlutföll hreyfast. En vissulega þurfum við meira konum inn á stöðvarnar og meira af innmenntuðum konum, það er alveg hárrétt. En það er ekki eina svarið. Verðurðu vör við það núna að það sé komin kannski svona dálítið þreyta í jafnréttisbaráttuna. Það er að segja, fólk segi kannski, ég meina fyrir 36% bara mjög gott helmingur á framkvæmdastjórnum, konur eru farnar að stjórna öllu hér á landinu og þið eru hérna einhverjar hvítar, velmenntar, yfirstéttar konur eða millistéttar konur skulum við segja, ibagog og eitthvað að drekka kampaðinn þegar aðrir jaðarsettir hópar eru kannski að heyja sína baráttu upp á, ég segi ekki lífið að dauða en skilurðu. Mætir þér þetta einhvern tímann? Upplifirðu svona að það sé einhver þreyta í jafnréttisbaráttunni? Nei, það eru þetta bara alls konar áskoranir sem að fyrirtækin eru að fást við í þessu umhverfi sem við erum í. Það er ekki spurning og jafnréttismálin geta kannski ekki alltaf verið bara efst á lista yfir það sem er á dagskrá og bara alls ekki. En mér finnst samt og skilningur vera mikill fyrir svo mikill vilji til að breyta og ég held að stjórnendur í þessum geira bara átti sig á mikilvægi þess að fá fjölbreyttan hópa. Þannig að nei, í rauninni ekki og fengum við mitt forstjóra þessara fyrirtækja í sófaspjall á Kýódeginum til þess að ræða einmitt þetta, þú veist, er þetta bara komið gott, hvað finnst okkur þetta og þau voru bara öll sammála því að það væri bara, nei, við værum ekki komin á neitt leiðrenda og maður þyrfti að vera með augun á þessu, þetta er svo fljótt að breytast. Við hefðum stundum á tilfinningunum við erum svo glöð þegar við ráðum inn konuna, þú veist, að við svona eiginlega bara tökum all eftir, við ráðum kannski 2 og 3 kalla strax í kjölfarið. Þannig að við þurfum að vera meðvituð þetta og þetta snýst ekkit að og það þurfa fleiri kyn heldur en konur og kallar en þetta snýst ekkit að þurfa að vera eitthvað hnífjaft, þetta snýst bara eitthvað svona fjölbreytileika og það er heldur ekkit gott að vera bara alltaf að telja og horfa á einhver hlutföll og segja bara við erum bara frábær, við erum búin að ná þessu í þessa prósentu. Við þurfum líka að skoða hvernig kynjahlutföllin raðast, þú veist, eins og með svo gott sem hann Magnús Þór upp í Rarik nefndi í sófaspjallinu að hann kallaði randalínu jafnrétti, þú veist, að við séum ekki bara með forstjóra kalla, framkvæmdastjórnir konur og svo bara konur í bókhaldinu og karla í öðru, þú veist, að þetta raðist ekki einhvern veginn í einslita hópa. Að teymin og séu blöndu líka. Já, þetta snýst í rauninum það að við séum með fjölbreytileika í þeim hópum sem við erum að vinna í og þú veist, einn þáttur fjölbreytileika er kyn og svo náttúrulega ýmislegt annað sem kemur þar aðaldur og skoðanir og menntun og reynsla og allt það. En
Nei, og þetta líka kannski spurning hvernig maður vinnur með þetta. Mér finnst mjög mikilvægt að við vinnum með þetta á jákvæðan hátt. Einmitt. Þú veist, við erum bara uppbyggileg. Ég er bara að fagna því að þessi allavega komin 50-50 í framkvæmdastjórnum, mér finnst það frábært, en ég held við þurfum að vinna þetta svona á þeim nótum, en þetta er það smekksatriði hvernig maður heldur svona bolta á lofti. En þegar þú spurði að því bara hvers vegna? Af hverju þarf svona mikið fjölbreytileika? Þetta er bara gengið mjög vel fram að þessu. Já. Hvað græðum við á því? Já, algjörlega. Ég meina það er auðvitað bara langþægilegast, þú veist, mér finnst auðvitað bara þægilegast, við getum ráðið 10 aðra selmur og við erum bara allar að vinna saman og ótrúlega sammála og bara allt jolly gott, sko. En jolly gott, en það bara virkar ekki alveg þannig. Við fáum auðvitað fleiri sjónarhorn að málanum þegar við erum fjölbreyttir hópur og það skiptir máli bara upp á gæði ákvarðanatöku. Þú veist, það er bara mjög, mjög mikilvægt. Og í orkugeirinum er þetta alveg risastóra ákvarðanir sem við erum að taka. Þú veist, það eru ofboðslegir fjármunir, þetta er náttúran og allt það. Þannig að það þarf að vanda þetta vel og það er mjög mikilvægt að við fáum sjónarhorn allra eða sem allra flesta að borðinu í þessum ákvarðunum. Og þess vegna finnst mér þetta skipta gríðarlega miklu máli. Það er náttúrulega gerbreytti tímar á mörgu leyti, þú veist, maður mann eftir Rannveig forstjóra sem var þá forstjóri Ísal og er nú að hætta bara í næsta mánuði, búin að vera þar í 30 ár eða hvað það er. Og ég veit að til dæmis Ásbjörg Kristíndóttir sem er stjóri framkvæmdasviðs hér hjá okkur og er yfir öllum stærstu framkvæmdum bara á landinu, hún gat hort til hennar sem einhvers konar fyrirmyndar og svo er bara næsta kynslóð orðin fyrirmynd fyrir, ég sé svo margar, ég meina, þegar Landsvirkjun auglýsti sumarstörfum að þá var meirihluti umsækjenda stúlkur. Já, nú í ár. Og skiptir ekki líka svolítið máli að þú sjáir þá, að þegar þú segir þið vilja hafa áhrif á ásýnd geirans, að þú sjáir þá þessar konur sem eru í framkvæmdastjórn og þessar sem eru þá í efsta lagi? Ég held bara að sé gríðarlega mikilvægt að til dæmis ungar konur sjáu bara alls konar konur í orkugeiranum, yngri og eldri í ólíkum störfum, því að það eru alls konar störf í geiranum og eins og segir með sumarstörfin hjá okkur í Landsvirkjun að rúmlega helmingur hafi verið konur, eða stelpur. Það er alltaf bara alveg magnað og það er alveg nýtt og við höfum ekki séð þetta áður. Þannig að fyrirmyndir þar skipta gríðarlega miklu máli. Ég held að við séum alltaf að sjá það betur og betur. Fyrirmyndir geta verið svo fjölbreyttar. Skipta öllu máli og einmitt að við séum með þessar konur, þær eru orðnar meira áberandi út á við. Ég held að þetta sé eitt af allra mikilvægasta. Það eru fyrirmyndir. Já. Ég velti svo við að því að mér finnst orkugeirinn mjög töff og ég hugsa af hverju þykir ekki öllum orkugeirinn svona svalur þó eins og mér finnst það, en svo finnst það er eitthvað svona að breytast, það er eitthvað brakar í seglu með það ekki, að ímyndin hefur að einhverju leyti breyst. Já, fyrirmyndir skipta náttúrulega gríðarlega miklu máli og til að styðja við þetta fórum við í herferð sem heitir Hér starfa líka konur, þetta var semst herferð sem Kíó fór í vetur, þar sem við vorum fengum til liðs við okkur alls konar konur sem eru að vinna í geiranum, sýndum þær, sögðum frá því hvað þær hefðu verið að gera, hver var í bakgrunn, hver í menntun, í hverju fælst starfið og kannski aðeins líka inn í svona persónulegu hliðina og þarna erum við búin að birta einhverjar 20, 30, 40 konur og eigum fullt af konur til góða líka sem munum halda áfram að birta en þetta er eitt af því sem við vildum gera til að sýna þetta er ekki bara einhver ein stereotýpa af konu sem vinnur í orkugeirinum, við erum bara alls konar. Já, akkurat, þetta er ekki bara Yrsa verkfræðingur. En að þú segir jú 20, 30, 40 þegar margar til góða, getur þú gefa okkur hugmyndum bara stærð félagsins, hvað er þetta margar konur? Bara sem dæmi að þá hafa á þessum 2 árum sem við erum búin að vera núna í þessu í Kíó, þá hafa rúmlega 300 nýjar konur komið til liðs við Kíó. 300 nýjar? Sem að þið á síðustu 2 árum? Já. Þannig að félagið er hversu stórt? Við sem mikil 700-800 konur sem eru skráðar í félagið og karlar náttúrulega líka, þetta er opið öllum, þetta er bara opið öllum þeim sem vilja styðja við þetta málefni. Já, 700-800 hvernig félag eða meðlimafélag það hlýtur að vera samlega slagkraftur í því, ekki satt? Jú, og ég meina, og hver er ástæðan fyrir það eru 300 nýja konur, þetta er náttúrulega, bæði hefur geirinn verið að stekka, þannig að konum hefur fjölgað, en við höfum líka verið að ná, Kíó hefur verið að ná til svona breiðari hóps, við sjáum mikið núna af konum sem er að skrá sig í félagi sem koma
úr nýsköpun, úr orkusæknum iðnaði, þetta frá þjónustu aðilunum okkar sem að styðja við orku og veitugeirann, þetta verkfræðistofurnar, þetta háskólinn, þetta stofnanir, þetta alveg orðin bara miklu breiðari hópur sem að að koma að. En ég held líka varðandi þetta með að því það svo margar konur að koma, þú veist, er þetta þó ekki bara komið? Hvað það kvarta? Fyrir við fleiri konur í geirann. En já, þetta snýst svolítið það að á meðan það hafa komið nýjar konur í geirann á undanförnum árum og því geirinn hefur verið stækkað, þá hafa komið bara ennþá fleiri kallar. Þannig að þú veist, þetta svolítið, þetta bjaga stundum hjá okkur, við höldum einhvern veginn að við séum kannski komin lengra heldur en við erum. Þannig að það kemur okkur eiginlega alltaf á óvart í hvert einasta skipti sem að við greinum kynjahlutföllin í geirunum að við séum ekki komin aðeins lengra, af því upplifun svo. Að því að geirinn hefur breyst svo gríðarlega mikið á síðustu árum. Bara undanfarin til dæmis 5 ár, bara gjörbreyting. Þannig að tilfinningin að þetta sé orðið miklu nær jafnvægi heldur en það kannski raunverulega þegar við sjáum svo tölunar. Þess vegna svo mikilvægt líka að mæla, þú veist, að við séum að mæla og fylgjast með og séum á tánum. Og það svolítið þannig, við þurfum alltaf að vera með augun á þessu, annars rekkur þetta aðeins tilbaka. Því að þó við höfum náð einhverjum ákveðnum hlutfalli að segja ekkert til það að það geti ekki bara, Rokkið tilbaka, nákvæmlega. Já, að gera þetta ekki bara á tilfinningunni. Já, ég held að þetta sé bara komið mjög langt. Það þetta mikilvægi gagnana. Bara í hverjum einasta öðrum rekstri, fylgjast með gögnum, fylgjast með tölum. Ég var náttúrulega gripin í, það tölurnar, en svo það náttúrulega hitt sem kannski örlítið erfiðar að greina, það vissulega hægt að greina, en ekki í tölum og það menningin. Og hún skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli því að það alveg eitt að fá konur inn í geirann en svo það annað hvort þær vilja vera þar áfram og það fer mikið eftir því hvernig menningin að því að við erum vissulega ekki bara að velja okkur störf þegar við ráðum okkur inn í fyrirtæki eða félög, við erum að velja okkur umhverfi. Akkurat, og það verður að vera, þér verður að líða vel. Já, og finnast þú tilheyra? Já, finnast við tilheyra og við getum verið við sjálf, það alveg svakalega mikilvægt. Og við veitum að það samkeppni starfsfólk, þannig að ef þú ætlar að halda í ungu konunda sem koma, það verður að bjóða upp á viðunandi starfsumhverfi. Já, bara ungar og eldri og bara, og allt fólk og ekki bara konur, bara karlar, þú veist, menningin skiptir gríðarlega miklu máli og hefur mikið það að segja hvernig okkur líður í vinni. En hvernig mælirðu það þá? Það auðvitað að mæla og greina menningu á margan hátt, kannski ekki endilega í tölum, eða þú veist, það ekki allir með sama tölulega mælikvarðan innra með sér, en það hægt að skoða það og við höfum gert það í Landsvirkjun, gerði það fyrir nokkrum árum, þá fórum við alveg í 360 gráðu greiningu á menningunni og öllu öðru sem við kemur jafnrétti, þannig að það alveg, það algjörlega hægt. En nú ert þú sem sagt búin að skila af þér félaginu eftir 2 ára formennsku. Hvernig sér þið fyrir framhaldið? Það að koma og taka við frábær stjórn. Það ótrúlega flottar konur sem að taka við. Stjórnin mín var þetta bara algjörlega frábær og ekkert af þessu hefði gerst ef það hefði ekki verið með svona mikinn kraft og bara ótrúlega flottar og vilja sjá breytingar og haft metna bara fyrir félaginu. Það búið að byggja upp þetta flotta félag og við vildum bara halda áfram, tókum þetta alvarlega. Frábær stjórn sem að taka við og Valdís Guðmundsdóttir tekur við formennsku og hún var í stjórninni með mér þannig að ég hef engar áhyggjur af þessu og veit að þær eru allar bara allar leggja sitt að mörkum og ég veit að þetta félag getur eiginlega gert hvað sem það ótrúlegt hvað mikill velvilji í garð félagsins, það alveg sama við hvernig við höfum talað á þessum 2 árum. Stjórnmálafólk, ráðherrar, forseti, forstjórar, fyrirtækjaeigendur, nýsköpunin, það alveg sama. Það hefur ekki ein manneskja sagt nei, það hafa allar sagt já. Við því að vera að vinna með okkur, koma á viðburði, taka mót okkur eða koma til okkar, veit okkur ráðgjöf hvaðeina. En svo það kannski líka bara gagnkvæmt af því að nú mætti ég til dæmis einu sinni á viðburð sem svona heimsókn sem Kíó stóð fyrir hjá fyrirtæki sem opnaði sig það þarna í kynningunni að fyrirtæki var í standandi vandræðum. Bara það vantaði mjög nýtt blóð og þeir vissu ekki bara hvernig þeir ætti að fá konur til að sækja Þannig að einhver leiti þetta líka bara gagnkvæmt. Já, 100% og það þetta og
það er erfitt að stíga sér fyrstu skref, það er erfitt ef maður er með einsleitan hóp og er að stíga fyrstu skrefin og það er ekki mjög heppilegt að vera í mjög miklum minnihluta, þú veist, að ráða inn eða vera fyrsta konan inn í stórum karlahóp eða vera fyrsti karlinn inn í stórum kvennahóp, þú veist, það er krefjandi. Já, það er krefjandi og það er ekki þar með sagt að maður geti ekki gert það, en þá fer maður kannski svolítið aðlaga sig að þeirri menningu sem fyrir er, þannig að ég hef nú oft sagt að þessi mikilvægt að ráða konur í kippum, veit ég hversu smekklegt það er, en allavega, þú veist, það skiptir máli að við náum inn smá massa. Þannig að, já, og akkur ekki að tala við konur það, hvað megi gera, þú veist, við erum alltaf til í að aðstoða, það er ekki spurning. Þannig að það er bara ánægilegt að fólk sé ekkert feimu við það, heldur bara leiti til okkar og fá smá aðstoð. Nú hefur maður samtalið séð svona félög sem að ná svaka flugi og svo kannski loknastu út á vegna þess að þetta er ekki lengur í forgangi og fólk er ekki tilbúið að verja öllum þessum tíma og svo kostar þetta og velvildin minnkar og hvað það er. En þá er það kannski bara vegna þess að það er ekki lengur þörf fyrir svona félag. Vonumst við ekki til þess að það bara sú þörf hverfi smátt? Jú, engin spurning, allavega í þessari mynd. Engin spurning, ég vona það og trúi því, en ég held að sé eitthvað í það ennþá. En þetta hefur náttúrulega líka, eins og segir, það er ekki bara verið með öfluga stjórn, svo er það náttúrulega bara sterkir bakkjarlar sem sjá ávinningi í þessu og styðja við okkur. Skiptir öllu máli. Ég held að sé bara góð lokaorð, Selma. Kærar þakkir fyrir að koma að segja ykkur frá. Takk fyrir mig.